Góðan daginn. Ég heiti Jörvi Blær Traustason og ég ætla að kynna fyrir ykkur lokaverkefni mitt sem sem sagt virkjanakostir í Hofsá í Svarfaðardal. Það sem ég ætla að skoða mjög vel sem sagt hönnun og hagkvæmni virkjunar. Ég ætla að fara yfir samanburð á 2 virkjanakostum og segja frá þeirri niðurstöðu sem ég komst að. Verkefnið sem ég valdi mér var að kanna hagkvæma og einnig raunhæfa virkjanakosti. Ég er fæddur og uppalinn á bænum Hofsá í Svarfaðardal og er svo staður með mjög kær og stefni á að taka við búskap þar að frekara námi loknu. Hofsá á upptök sín á Hofsárdal sem liggur til austurs og suðurs fyrir miðjum Svarfaðardal. Í Hofsá og með bæminn er Goðafoss. Goðafoss er hár foss sem sést vel frá veginum Svarfaðardal. Á Hofsá var einnig áður fyrr gömul lítil rafstöð sem sést þarna neðan við fossinn, en hún var tekin úr notkun árið 2007 og hefur því alltaf verið í umræðinni að virkja á ný. Þegar ég fór síðan af stað voru þetta 2 mismunandi útfærslur sem ég ætla að skoða. Það var reyndar svolítið erfitt að kanna aðstæður þar sem að það var frekar snjóþungt, en það er bara eins og það er. Ætlunin var að komast að því hversu mikið afl væri til staðar og meta umhverfisáhrif sem vega vissulega mjög þungt. Þegar það var búið þá ætlaði ég að gera drög að útfærslu og til að ljúka þessu gerði ég kostnaðaráætlun til að komast að því hvort virkjun í Hofsá gæti staðið undir sér. Ferlið hófst á því að skoða rennsli Hofsár og sjá hvað væri hægt að gera með það. Við hönnun vatnsaflsvirkjana er mjög mikilvægt að kanna þetta vel og oft er gerð svokölluð langægislína. En til þess þarf að taka mælingar í heilt ár og ég hafði ekki þann tíma. Þá gat ég bara gengið út frá lágmarksmælingu sem var tekin fyrir 20 árum af pabba mínum og úrkomumælingum frá Veðurstofu Íslands. Ég endaði sem sagt með að virkja rennsli upp á 200 lítra á sekúndu og lágmarksrennsli var 132 lítrar, þannig að hún keyrir ekkert á fullum afköstum kannski allt árið. Fyrri virkjunin, svokölluð örvirkjun, er þá að virkja neðst í Hofsárgili. Virkjunin átti að vera lítil og ódýr og ávinningurinn af því var sem sagt að hún ætti að vera umhverfisvæn, ef svo má segja. Efra vatnsborð væri þá í 60 metra hæð yfir sjávarmáli og stöðvarhúsið niðri við þjóðveginum Svarfaðardal í 22 metrum. Þar af leiðandi væri fallhæðin 38 metrar. Uppsett afl endaði 61 kW og lengd fallpípu 600 metrar. Sú seinni, hún er miklu stærri og hún átti að miðað við að nýta allt vatnsafl sem var til staðar. En hún átti einnig að gera það skýrt hver ávinningurinn væri að því að fórna fossi eins og Goðafoss. Inntakið væri enn ofar í 300 metra hæð og þar tapast vissulega smá vatnasvið en fallhæðin vinnur svo mikið á móti. Áður en ég fór að staði þetta verkefni er gaman að segja frá því að mamma laði mér lífsreglunar og hún sagði að ég færi ekki upp fyrir fossinn á hennar lífstíð, þannig að það spilar inn í. Já, aðeins vatnsaflsfræði. Í hinum fullkomna heimi væri hægt að nýta alla stöðuorku vatnsins, en það væri svokallað fræðilegt afl. En í raunheiminum eru alls staðar einhver töp.
Þessi töp getum við reiknað út til að finna hvert fræðilt afl er. Nei, til að finna hvað skila sér í raforku, sem sagt uppsett afl. Töp í þessu ferli eru margskonar, en þau skiptast í falltap í pípum, lokum, beygjum, inntaki og síðan má nefna nýtni í vatnsferlum og rafala. Vatnsaflsvirkjanir eru í dag með hagkvæmari orkuframleiðslu aðferðum í heimi. Þær eru almennt með nýtni upp á 75–85%. Og ef við kíkjum hérna á virkjanirnar mínar, útreikningana, þá koma þær báðar inn með yfir 80% nýtni, sem ég tel bara mjög gott. Þá var komið að svona fræðilegum hluta að ég þurfti að fara að skoða og kanna og velja búnað. Það fyrsta sem ég þurfti að gera var að velja rör og það er mjög mikilvægt skref til að virkjanir séu hagkvæmar. Með rennslisupplýsingarnar fór ég af stað í útreikninga. Þá var fyrst á dagskrá að finna hvaða þvermál ég þyrfti, hversu svertur þyrfti að vera. Einnig þurfti ég að kanna falltapið eftir mismunandi efnisgerðum röra. Ég bar saman falltap í fjölmörgum gerðum af rörum og fann hvað hentaði best. Þá næst fékk ég verðtilboð í rörin og fann hvað væri hagkvæmast. Ódýrustu rör sem mér bauðst voru glertrefja rör frá Orkuver og endaði með rör sem voru 400 mm að þvermáli og fyrir virkjun 1 var það 4 bara þrýstiþol og hina 32 bar. Þá með falltapið gat ég reiknað hver virka fallhæðin var. Og ég nota hana sem sagt til að finna uppsett afl og eðlisnúning. Eðlisnúningurinn er síðan notaður til að velja vatnshverfil við hæfi. Áður en það er reiknað þarf að ákveða snúningshraða og ég tók mið af 1500 snúningum á mínútu sem er bara mjög algengt. Eðlisnúningur virkjunar 1 var 45 snúningar á mínútu. Og það hendar eins og sést hérna á grafinu vel fyrir Francis eða Crossflow. Þær henda mjög vel við miðlungs til litla fallhæð og miðlungs til mikið rennsli. Og ég endaði á því að velja Francis. Útkoma fyrir virkjun 2 var aðeins 10 snúningar á mínútu sem er innan marka fyrir Pelton hverfil. Hann henda betur fyrir mikla fallhæð og minna rennsli. Þegar þetta var orðið ljóst, þá hafði ég samband við Eið Jónsson í Ártegi og fekk hann til að útbúa tilboð í vélbúnað fyrir báðar virkjanir. Við undirbúning vatnsaflsvirkjana á Íslandi þarf að fara í gegnum strangt og mikið leyfisferli. Þá þarf að taka einnig tillit til umhverfisáhrifa. Umfang leyfisveitinga fer meðal annars eftir stærð og staðsetningu virkjana. Þar sem þessar virkjanir áttu báðar að tengdar inn á dreifikerfi falla þær undir sama leyfisferli. Nauðsynleg leyfi eru virkjunarleyfi frá Orkustofnun, byggingarleyfi frá sveitarfélaginu, samningur við dreifiveitu og réttu til vatnstöku og landsnota. Það er nefnilega þannig að Hofsá er á landamærum bæjana Hofs og Hofsár og þarf þá að nást samningar þar á milli. Það er ekki hægt að komast hjá því að hafa einhver áhrif á umhverfið, en það er þó hægt að reyna að lágmarka það.
Hann er bara þannig að Goðafoss og Hofsárgil falla undir hverfisvernd í aðalskipulagi eins og við sjáum hérna á myndinni, og þá er sérstök áhersla lögð á vernd landslags náttúrufars á svæðinu og allar framkvæmdir þurfa að taka mið af því. Virkjunarkosturinn sem hefur með sér í för minna rask til dæmis með því að halda fossum ósnortnum og takmarka jarðrask er því líklegri til að fá jákvæða umfjöllun í leyfisferli. Minni virkjunarkosturinn hefur skýrari kosti hvað þetta varðar. Stíflustaðið er aðgengilegt við neðri mörk hverfisverndarsvæðisins. Inntak virkjunar 2 er hins vegar langt frá bænum og krefst vegaframkvæmda í hlíðinni ofan við bæinn. Og það er ekki allt, heldur er það meira og minna innan hverfisverndarsvæðisins. Það er heilmikið verk að koma upp virkjun, þó hún sé aðeins á lítilli stærðargráðu. Helstu atriði eru gerð stíflu og inntaksmannvirkja, gröftur og lagningu röra, reisa stöðvarhús og vegaframkvæmdir. Ég gerði hér kostnaðaráætlun eftir bestu getu, en hún er þó með fyrirvarum villur, en þar sem að verkefni tengist vélstjórn þá tel ég að innan skekkjumarka. Allar tölur eru gefnar upp í krónum án virðisauka. Kostnaðarliðirnir. Ég fekk þess að tilboð í alla helstu kostnaðarliði, en aðrir eru þó áætlaðir. Eigin vinnuframlag getur dregið verulega úr stofnkostnaðinum og síðan væri rekstur og viðhald í mínum höndum. Kostnaðarliðirnir sem gert er ráð fyrir eru stífla og inntaksmannvirki, rör og tilfallandi, vél og rafbúnaður, stöðvarhús, vegagerð og síðan smá ófyrirséður kostnaður. Fyrir virkjunarkost 1 þá enda þetta í tæpum 49 milljónum og fyrir virkjunarkost 2 fer þetta í rúmlega 120 milljónir. Það sem ég tel undir rekstrakostnað er sem sagt það sem fer árlega í innmötunargjald til dreifiveitu og viðhald og almennur rekstur, en það þekki ég svo sem ekkert nákvæmlega, það er bara breytilegt, þannig það kemur bara svona aukalega. Tekjurnar taka sem sagt mið á árlegri raforkuframleiðslu að frádreginni eigin notkun. Miðað er við meðal raforkuverð upp á 6,5 krónu á kílóvattstund og við þetta bætist síðan sparnaður í raforkuinnkaupum sem er verulega mikill. Til að fjármagna framkvæmdirnar skoðaði ég síðan lánakjör Landsbankans. Lán eru verðtryggð, allar jafna og miðað við 25 ár og jafna greiðslur. Þá getum við séð hver hagnaðurinn er ef ég dreg greiðslubyrðina frá tekjunum, og þá er hagnaðurinn fyrir virkjun 1 80.000 á mánuði sem er ekki neitt, og virkjun 2 er hins vegar rúmlega 1 milljón. Já, nú þegar upp í staði hefur það komið í ljós að það er miklu hagkvæmara að virkja mikla fallhæð og það skila bara ódýrri raforku. Reiknistæmið fyrir örvirkjun í Hofsá stendur varla undir afborgunum á lánum í dag. Ef við lítum hins vegar á virkjunarkost 2 er þetta allt annað. Þar er svigrúm til að mæta óvæntum skakkaföllum og rúmlega það. Það á hins vegar alveg eftir að semja við nágranna afnot á vatnsréttinum sem kostar auðvitað eitthvað. Til að hámarka verðmæti raforkunar væri upplagt að koma á stofn einhverri verðmætasköpun sem notar rafmagn í stað þess að selja þeim á dreifikerfið.
Það liggur því fyrir að virkjun 2 er fjárhagslega hagstæðari, en ef ég tek tillit til umhverfissjónarmiða þá tel ég að virkjun 1 sé betri kosturinn, þar sem að tilfinningalegt gildi vegur hærra á móti tekjunum. Ef eigin vinna er reiknuð með má reyna að lækna stofnkostnað og þá má einnig vona að greininni taki framförum og stjórnvöldum takist að koma böndum á verðbólgu og stýrivexti sem auðveldar fyrir rekstri á komandi árum. Að lokum þá tel ég það ólíklegt að verði virkjað í Hofsá á næstu árum. En ég myndi samt alls ekki afskrifa það. Takk fyrir mig. Já, hér er ég síðan með líkan af bæði virkjunni sjálfri með fallpípu og svoleiðis og síðan Hofsárdalur í heild sinni og allt vatnasviðið. Þannig að þið megi skoða þá eftir. Einhverjar spurningar? Já, það er best að gera það alltaf. Frá Ártegi.